gleðilega hátíð. Þá komið að hinu árlega uppgjöri fréttastofu sjónvarpsins og fyrst eru það svipmyndir af innlendum vettvangi. Næsta klukkutíman eða svo munum við sýna ykkur það sem helst bar til tíðinda hér innanlands og við byrjum á því að fjalla stjórnmál en þar komst fréttamaður okkar í mjög svo óvenjulega aðstöðu í beinni útsendingu. Jú, það má segja að þjóðin hafi staðið á öndinni en allt fór vel sem betur fer. Langt síðan jafn harkalega hefur verið deilt á Alþingi og gert var í byrjun árs vegna frumvarps ríkisstjórnarinnar í kjölfar Hæstaréttardóms í svokölluðu öryrkjamáli. Ekki var það til að draga úr spennunni á þingi að heilbrigðisráðherra hné niður í beinni útsendingu í sjónvarpinu en meira en það síðar. Stjórnarandstæðingar staðhæfðu að ríkisstjórnin væri að hundsa niðurstöðu Hæstaréttar með frumvarpinu og brjóta gegn stjórnarskrá. Forsætisráðherra sagði ósiðlegt á stjórnarandstöðinni að gefa slíkt í skyn og sagði dómi Hæstaréttar fullnægt með frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Ég vona að Guð gefi ég leggist aldrei svo lágt í stjórnarandstöðu hér. Þegar og ef sá tími kemur. Þegar og ef sá tími kemur. Að gefa það í skyn að þeir sem væri að ráða hér ráðum með meirihlutavaldi, eðlilegu meirihlutavaldi, að þeir væru með vitandi vits, með opin augu, að fara gegn ákvörðunum og vilja æðsta dómstóls landsins. Og þetta segir mér heilmikið þann sem kallaði fram í. Og virðing mín fyrir honum hefur ekki vaxið af þessu tilefni. Þá gerðist það þegar þriðja umræða frumvarpið stóð yfir að Halldór Blöndal, forseti Alþingis, kynnti svarbréf frá Garðari Gíslasyni, forseta Hæstaréttar, við fyrirspurn sem hann hafði sent Hæstarétti. Garðar Gíslason skrifar einn undir bréfið en samkvæmt upplýsingum frá skrifstofustjóra Hæstaréttar í dag þá var haft samráð við alla dómara Hæstaréttar. Í ljós kom að hæstaréttardómarar höfðu haldið fundum hvort svara ætti bréfinu efnislega og var meiri hluti dómaranna fylgjandi því. Mér finnst tilefni til þess að forsætisnefnd Alþingis skrifaði bréfið ærið þar sem það hafði verið dregið í efa að frumvarp ríkisstjórnarinnar væri tækt á þinginu vegna þess að það bryti bága við stjórnarskrána. Það hefur þó verið það mikill ótti í stjórnarliðinu að það fengið þetta bréf með einhverjum hætti úr Hæstarétti og það mjög alvarlegt vegna þess að framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið hafi ekki sótt inn í þetta musteri réttlætisgyðjunnar fram að þessu. Og þetta í raun og veru, ef þetta verður samþykkt í kvöld, þá þetta trúlega svartasti dagurinn í stjórnmálasögu okkar unga lýðveldis. Frumvarpið var síðan að lögum í lok janúar eftir 4 daga umræðu þar sem 400 þingræður voru fluttar og áttu öryrkjar að fá greitt í samræmi við breytingar á almannatryggingalögum 1. febrúar. Frumvarpið samþykkt með 32 atkvæðum gegn 23. 8 eru fjarstaddir og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi, til nýs fundar boðað þegar að loknum þessum fundinum slitið. Forseti Íslands staðfesti síðan lögin umdeildu með undirskrift sinni en lýsti því jafnframt að gæta yrði ítrustu varkárni ef vísa ætti málum til þjóðaratkvæðagreiðslu.